Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Verið velkomin í hitaumræðu svolítið hitamál sem var nú kannski svona bara innanhúsmál þangað til í gær að þá sendi eitt félagi í Sósíalistaflokki Íslands, Karl Héðinn Kristjánsson, sendi skeyti inn á samfélagsmiðla sem sagt ofríki í flokknum og kvartar yfir andlegu ofbeldi, einelti, ofríki og þöggunar tilburðum og helst hann að tala á móti Gunnari Smára en beinir líka spjótum sínum að sem sagt þeim sem eru ég veit ekki, þeim sem eru meðvirkir, segir hann og hafa raunverulega tekið þátt í þessari þöggun og hann beinir líka spjótum sínum að samstöðinni í allavega þeirri umræðu sem hefur verið átt í stað núna undanfarið og ég persónulega mjög á móti þeim pælingum að samstöðinni eigi bara að vera til dæmis vettvangur harðkjarna sósíalista af ákveðnum skóla eða svoleiðis. En ég bað að koma hérna Maríu Pétursdóttur, formann málefnastjórnar og Söru Stef Hildar, varaformann framkvæmdastjórnar, Sanna Magdalena Mörtudóttir sem formaður kosningastjórnar. Hún ætlar að koma hérna eftir ef hún hefur tök á því að koma. Ég baði ykkur engum fyrirvara þegar koma helgi og það svona heldur mikill hiti í þessari samræðu á netinu og langt út fyrir félagsmenn í flokknum. Má ég bara byrja að spyrja hvað finnst ykkur þessar ásakanir að þið séu bara svona meðvirkar kettlingar og og þið sem þykist standa með þolendum og séu bara raunverulega meðvirkar í því takið þátt í þessari þöggun. Við sem meðvirkar í einhverju eitraðri menningu inn í sósíalistaflokknum hef ég heyrt. Já. Ég náttúrulega bara hafna þessari skilgreiningu á sjálfri mér sko. Ég hef starfað með sósíalistaflokknum frá því bara í júlí 2021 og tók sæti bara sem varamaður í framkvæmdastjórn og núna nú rúmum 3 árum síðar í þessu trúnaðarstarfi sem varaformaður framkvæmdastjórnar og að sjálfsögðu bara fullfærum að taka mínar eigin ákvarðanir. Það náttúrulega líka mikið verið að tala að í flokkunum séu þið og fleiri á móti, sem sagt framförum á móti grasrót og lýðræðislegu fyrirkomulagi og þið sendið frá ykkur þessa tilkynningu að þið bara hafnið því að þið stundið sem sagt andlýðræðisleg vinnubrögð. Ég held að þetta sé bara að parti til líka svona ágreiningur bara svona málefnalegur ágreiningur til dæmis hvað lýðræði og hvernig við lítum á lýðræði, hvað okkur þykir vera lýðræðislegt og hvað ekki. Og ég hef til dæmis átt í mörg samtöl við Karl Héðinn að mér finnist það sem eins og hann og hans félagar vilja breyta flokknum vilja sjá ákveðnar breytingar að það sé meira lýðræði. Það finnst mér ekki vera meira lýðræði. Það finnst mér vera ávísun á að hver sem getur smalað inn í flokkin. Það getur orðið valdaskipti mjög títt. Það aldrei hægt að vinna með langtíma markmiðum. Þú veist, mér finnst það í rauninni ekki til þess fallið að geta haldið uppi eðlilega lýðræðislegu starfi. Þannig að þetta svona þetta bara, við erum algjörlega á andhverfu meiði þarna hvernig við túlkum hvað okkur þykir vera lýðræðislegt. Nú oft svolítið mótsagnakennt þegar maður séð í þessari umræðu núna síðastliðna vikur og mánuði að annars vegar svolítið verið að kalla eftir að einhverju gefið sér fram sem að hafa staðið í vegi fyrir því að landsbyggðin og grasrótin fengi að blómstra innan flokksins. Og svo hinbóginn kannski verið að kalla oft eftir skýrari forystu og leiðtogum einhvern veginn. Einmitt. Þetta svolítið svona, það hefur verið líka bara svolítið svona og örugglega í öllum flokkum svolítið frá landsbyggðinni
þú veist, krafa um að hérna, veita stuðning og svo ef að það verið eitthvað að skipta sér af að þá það orðið afskiptasemi sko. Þannig að þú veist, þetta fín lína auðvitað, og það þarf að vanda sig við að gera þetta, það algjörlega þannig. Ég held að við höfum reynt hérna frá upphafi, við höfum alltaf reynt að vera með starf á landsbyggðinni og við höfum alltaf reynt að fá fólk á landsbyggðinni inn í stjórnir að þess er kostur og hérna og en það beinlínis þannig, því það ég meina eins og núna í framkvæmdastjórn situr maður norður af Akureyri, Haraldur Ingi sem hefur unnið bara mjög öflugt uppbyggingarstarf á Akureyri og í norðaustri, hann satt lengi í framkvæmdastjórn með mér og það hafa verið farnar svona hérna ferðir út á land skipulaðar á Vestfirði, út á Reykjanes, landsbyggðina sjálfa fóruð ekki hérna svona með lítilli rútu. Jú. Þannig að þetta bara á ekki við röka styðjast. Það sem kannski finnst svolítið athyglisvert líka að nú til dæmis í gær heyrði ég í nokkrum svona ungum mönnum sem voru dálítið að gagnrýna starfflokksins en maður hefur ekki vitað til þess að þeir kannski hafi mikið komið að starfinu sjálfur sko til dæmis ég bara kannast ekki við helmingina þessum ungu mönnum sem satt hérna fram í hugsa maður þetta hljómar bara stundum eins og eitthvað svona gamalt feðraveldi sko að hérna konurnar eru mjög ötular og eins og þið kannski hafið stundum lýst það ekkit auðvelt kannski að fá fólk til starfa í svona sjálfboðavinnu og grasrótar starfi. Nei, menn þetta lítur að vera bara mesta áskorun allra sem að vinna í sjálfboðalega starfi í hinum ólíku félögum sem að þú getur fundið hérna vítt og breytt landið. Þetta sjálfboðalega starf. Við erum enn sem bara stjórnmálahreyfing á sjálfboðalega starfi vegna þeirra þess skipulags sem við vinnum eftir og ég vil bara ítreka það að þetta skipulag sem við vinnum eftir einmitt mjög lýðræðislegt og undir til handa því liggja samþyktir frá aðalfundum og félagsfundum hvernig eigi að starfa innan sósíalistaflokksins og flokkurinn ólíkur öðrum stjórnmálaflokkum að þessu leyti. Að hér eru nokkrar stjórnir. Stórar stjórnir. Og það ekki sko einmitt og það sem í raun, mér fannst svona heillandi við þetta fyrirkomulag að það ekki þetta stigveldi sem þú sérð allstaðar annar staðar og annað orðið við stigveldi feðraveldi. Þú veist, það sem að trónir einmitt þessi téði leiðtogi eða forystumaður ykkur og það kannski einmitt voru við ekki að tala það hérna áðan. Ég meina, þú veist, það ýmist beðið sterka forystu og leiðtoga eða ekki. Og í rauninni það sem að Karl Héðinn og félagar að leggja til þetta stigveldi að það sé hér leiðtogi, að hér séu launuð störf en við höfum valið að veita því fé sem að berst flokknum úr kosningum frá ríkinu til annara. Þú sér þetta hvergi grasrótar félaga inn í vorstjórnu sem styrktarsjóður til hagsmunabaráttu þeirra sem að eiga erfitt með að fóta sig eða koma því á laggirnar. Gunnar Smári fór yfir þetta á fundi sem hann kallaði til í gærkvöldi. Það fór hann mjög svona ítarlega yfir þetta allar eiginlega ásakanirnar sem að reyndust eiginlega á miskilningi byggðar meira og minna þar að segja eitthvað svona valda ójafnvægi eða valda tafl reyndist bara vera akkurat grasrótar fyrirkomulag flokksins þannig að en þá hugsa maður bara það kannski þegar komið út í svona átök að þá kannski skiptir ekki svo miklu máli að útskýra allt saman frá grunni og þannig heldur þetta bara maður sér á netun líka að tala já það einhver flatur strúktúr og þessi grasróts virkar ekkert og svo vísað til þess að Gunnar Smári raunverulega tróni samt og ráði öllu og það auðvelt að segja þá sögu sko en af því að hann stór kallmaður og hávær. Og stór karakter, ég meina ástæða fyrir að ég rataði í þennan stóra opnasta umræðu þráð stjórnmál á Íslandi sem heitir núna Rauðþráðurinn var að ég blandaði mér í þessa grúppu, var það ekki hann startaði þeirri grúppu sem fylki í Nóri í kjölfar hrunsins var það ekki með þetta var svona tongue-in-cheek brandari og breytti henni svo í náttúrulega bara sósíalista spjallið og sem heitir núna Rauðþráðurinn og ég meina mér finnst þetta bara að vera svona enn ein fjöður í hatt sósíalista á Íslandi að reka þennan umræðu vettvang sem að líka unnin í sjálfboðastarfi og þannig meira að segja það ekki að það fjöldi manns sem að starfar eða tekur að sig svona admin stýringu á svona stórum hópum, það er meira að segja það. Þannig að það það má þakka Gunnari Smára eljuna við og ég held að það fari líka
allt of hljótt sko í þessari gaggrínu umræðu á hans karakter að þetta stofnandi flokksins sem hefur og núna að ljúka, þú veist, sinni setu sem formaður framkvæmdastjórnar eftir 8 ár eins og lögflokksi segja til það ekkert óeðlilegt að hann veki athygli fyrir utan sko að hann hefur náttúrulega orðspor sem bara mjög gagnrýninn ritstjóri og blaðamaður til fleiri bara í áratugi. Og hann alltaf þessi sem, hefur byggt upp vettvang samræðu áður og hefur gert það hér og náttúrulega maður sem að þorir yfirleitt að rífa kjaft og það auðvitað ekkert, kannski, maður ekkert hissa á því að sumum svíði það, þú veist, og það held ég ekki ég hef ekki verið neina þöggun það, sko, ég held að sé nú yfirleitt frekar svona bara opinska umræða það hvernig allir eru. En sko En ég ætla samt líka að segja að því það var nú eitthvað misfarið það voru búin til svona klikkbeitt fyrirsagnir úr þessari hnitmiðu stuttu tilkynningu sem að við formenn sendum út í gær, að það náttúrulega höfnum við ásökunum Karls Skjeðins ólýðræðisleg vinnubrögð. Við erum ekki að hafna ásökunum á hendur persónum. Við erum ekki að hafna hans upplifunum eða eitthvað svoleiðis, skilur við alls ekki. Og í rauninni sko stöndum við þannig náttúrulega bara með skipulagi flokksins. Að því að það standa í rauninni átökin. Þó að sé verið að blanda þarna inn alls kyns öðru. Að blanda hinn og þessu inn í þetta. Og það er það sem er flóki vegna þess að auðvitað er ekki hægt að vera einhver upplifir. Það er ekki hægt að við fengja það, upplifum hvers og eins, en hins vegar þegar það verður svolítið skringilegt þegar sjálft, allt þetta starf flokksins umverulega í skotlíninu leið og sérstaklega kannski þær konur sem var starfa þar mikið finnst mér og og svo líka fannst mér verði að nefnilega það ekki að sko það má alveg sjá það Gunnar Smári að láta störfum núna í vor og hann hefur farið yfir hann hefur ekki formaður framkvæmdastjórnar og ég líka að láta störfum sem formaður málefnastjórnar bara svo þessi sagt, við erum hefjum í rauninni þessi 8 ára setu þarna fyrir 8 árum síðan erum búin að byggja þetta upp þetta starf og draga þessa vagna sem að stundum var ekki auðvelt og ég meina við erum með stóra stjórnir núna eru ásakanir á mínar hendur frá Trausta Breiðfjörð Magnúsinni til dæmis einhvers konar afriki líka þar sem að ég á að hafa sagt ekki vera að stela frá mig fólki eða eitthvað svolítið ég veit ekki alveg hvernig ég á að taka því sko vegna þess að auðvitað hef ég sagt það ég hef sagt oftar en einu svona oftar en tvisvar þegar einhverja breytingar hafi verið gerðar af flokknum og við búum til eitthvað nýtt baráttuafl og þá þarf ennþá meiri mannafla það er erfitt að fá fólk til starfa eins og Sara sagði áðan ég meina sko það í rauninni kannski ekki erfitt að fá fólk til starfa en það sem erfitt að fá fólk til að tolla í þeim ábyrgðum sem það tekur að sér og allir sem að stunda einhvers konar félagsstarf þekkja þetta og ég sagði áðan þetta er sjálfboðaliða starf að uppleggi sko þetta er ekki launuð starf að það sé sko ég sé sögum ofriki fyrir að segja við mann sem ég var að reyna í böðunum að koma inn í sækjum kosningu inn í málefnastjórnina og ég held að hann hafi mætt á okkur 3 fundi eða eitthvað sem var mjög stutt þarna inni en þá var búið að fá hann í þessa baráttustjórn og ég segi við að nú mátt ekki fara að stela frá mig fólki þetta er náttúrulega sagt í einhverjum hálfkæringi sko, en það núna allt tekið sem að einhver sagði einhvern tímann og það er líka vegna þess að það sem var talað í gær svo mikilvægt að vald dreifa það sé ekki sama fólkið í mörgum stjórnum og svoleiðis og það er bara líka verið að minna á það og manni hefur nú fundist og nú er ég náttúrulega hlutur að vera ég kallaði Karl Héðinn til þessara samræðu hérna í dag en auðvitað kallaði ykkur öll með mjög stuttum fyrirvara ég tek það fram svoleiðis að það má alveg segja að sko ef maður lítur yfir þá hafið þið ekki sem hafi verið í svona gegn þessum framkvæmda formanna störfum þið hafið náttúrulega verið mjög dugleg við að biðja aðrum að hjálpa og gefa öðrum traust og það að við Gunnar Smára eins og alla eins og ég hef heyrt og séð vitna sjálf og gefið raunverulega fólki mikið traust til þess að spreita sig og komi hugmyndir og annað, en svo er það annað hvernig umræðan æxlast og Já, og það, ég meina þú getur prófað þig áfram með alls konar hluti í sósíaldaflokknum og komið með alls konar hugmyndir þú getur líka, ég meina eins og Karl Héðinn er að kvarta undan því núna eða hann er að í rauninni ásaka flokkin um að koma í veg fyrir að
bara, já, eða bara hans hugmyndir fá ekki brautagengi. Auðvitað getur það alveg gerst að hugmyndir einhvers fá ekki brautagengi. Það ekkert óeðlilegt við það. Það væri óeðlilegt að það væri alltaf þannig inn í stjórnmálaflokk að hugmyndir allra fengi alltaf brautagengi. Það bara ekki þannig. En það nú lýðræðið í þessu mitt að þess vegna erum við með þessar stóru stjórnir. Og Karl Hien náttúrulega hefur lagt þessar hugmyndir fyrir löngu áður en þetta springur í gær, sko. Og þær hafa ekki, eins og ég segi, notið brautagengis inn í framkvæmdastjórn, né kosningastjórn og það í raunin það sem við erum að horfa á í dag, sko. Að vegna þess að hann telur flokknum betur farið með öðru skipulagi og þar ég ekki sammálunum og fleiri, það eru þarna og öðrum áherslum. Já, ég myndi segja, sko, ég verð bara að vísa aftur í þessa púlstöku sem ég kalla, sem þessi litla spurningakönnun, þar sem að 15% félaga svöruðu og það verður náttúrulega bara að horfa á þær tölur. Sem flokkurinn sendi út og fekk niðurstöður. Fyrir stuttu síðan. Og það eru svona 8-10% mann sem eru óánægðir. En hinir eru ánægðir með fyrirkomflokks eins og hann er. Já, og þannig að við verðum náttúrulega að horfa á þetta og eins finnst mér að Karl Hien ætti að horfa á þetta og taka þessu. Og ég held að mér finnst líka mjög, sko, ég bara er mjög hugsi yfir því að kosningastjórnin, sko, verji síðan þessa vinnuhelgi alveg fram í rauðan dauðan og gagnrýni fólk fyrir að þá var fáu sem að hafa gagnrýnt þá vinnuhelgi. Auðvitað það voru mjög margir mjög ánægðir með þá vinnuhelgi því að sósíalistar er alltaf ánægðir að hittast. Já, þetta var svona með þjóðfunda fyrirkomulag, þetta var hópavinn og miklar umræður, þannig að eðlilega var þetta bara öðruvísi fundur heldur en félagsfundur. Ég þurfti að vísa í fundi það sem voru skipulagðir. Sem að Karl Hien hefur í rauninu verið að ásaka ítrekkað núna og í póstónu sínum og allir að stjórnir hafi staðið í vegi og þetta hafi átt ekki og ég held að það hafi bara verið rosalega miskilingur þarna einmitt á sameiginlegum fundi stjórna þegar hann held að það ekki unnið úr þessum niðurstöðum. En það kom nú í ljós í gær einmitt það voru ekki allir vinnuhópandi búin að skila sínum niðurstöðum þannig að þetta var bara tímaspursmál og alls engin þöggun sem átti sér stað. Þess vegna langaði mig líka einmitt til þess að bara biðja ykkur að koma. Við getum ekki afgreitt þetta mál kannski núna og ég veit ekki hvort við náum að klára umræðin en allavega kannski bara til þess að svona segja þeim sem hafa fylgst með þessu að þetta er ekki alveg svona þetta er ekki alveg svona klift og skori þetta er ekki svona klift og skori, nei að þetta fjalli það að 2 miðaldra konur og 1 ung kona standi með einhverjum toxic manni sem stýri hér öllu baku tjöldin. Það er bara svo sannarlega ekki þannig og mér finnst það í raun, sko, ef ég má vera bara svona aðeins tilfinningasöm móðgun, bara við, þú veist, mitt intellekt og okkar allra að tala okkur með þessu móti, því að í raun sumir myndu segja að þetta væri kvenfyrirlitning. Ef þú horfir alveg svona bara blákalt á það, sko, að það er hópur, þetta er lítill hópur af ungum mönnum, svo ég segi það eins og það er, og þau sem hafa komið hér á fundi undanfari síðan í desember, geta staðfesta og verið bara vitnið það að þegar það er smala á þessa fundi að þá er þetta meiri hluta unglíðar sem að Karl Hien er forseti fyrir í sósíalistum og þetta eru bara ungir menn að mestu, sko. Ég meina það eru einstaka stelpa sem maður sér að stinga í stúf og þannig að þetta er auðvitað bara mjög svona einsleitur hópur sem telur sig að óreyndu. Þetta er fólk sem ég hef ekki unnið með í stjórnum. Þetta er fólk sem ég hef ekki séð fyrir en bara núna í kosningabaráttunni, svo það sé sagt líka, sem hafa þá jafnvel bara komið til ungliðarhreyfingarinnar sem ég fagna, sko, að þau geri í kosningabaráttunni síðast. Þetta fagnar maður því, en ég vil að segja að ég hef upplifað svona, veit ekki hvort það er kvenfyrirlitning eða einhvers konar, sko, sambandsleysi að því að mér þótti áhugavert að ræða einmitt svona bara, ég veit ekki, aðeins að hjóli í eitthvað sem ég taldi vera svona heldur mikla kreddu og svona einhvern stalinism eða eitthvað, ég veit ekki hvað ég hefði áhuga en ég fannst ekki vera svona umræðu grundvöldur, ekki svona allavega áhuga á að ræðum það við mig en auðvitað þarf maður bara að skipuleggja. En í grunninn fjallar þetta þetta, sko, skipulag flokksins og lög og hvernig við ætlum að halda áfram hérna, sko, því að flokkurinn hefur verið rekinn bara
vel undanfarin 8 ár. Það er þessi 5% regla, þessi síðustu skyndikostningar sem að, þú veist, það er alls konar sem hefur áhrif og líka þetta einmitt að fólk stígi fram og grípi, taki þátt í starfinu með okkur. Það er mikill áhugi, svona almennur áhugi á umræðu, á sósíalisma og á að sjá hann í líka svona einmitt stóru samhengi. Já, það er svo dapurlegt líka að sjá þetta, þessa sundrung gerast núna sko í raun korter í aðalfund okkar. Já, og í ljósi þess einmitt að ef að Styr stendur þennan formann framkvæmdastjórnar þá er hann að ljúka sinni lögbundnu setu til 8 ára. Snýr líka minni stjórn vegna þess að ég held í rauninni að þeir vilja leggja niður slembivalið og breyta því og okkur sem er mjög lýðræðislegt fyrirkomulega við að velja félag sem er stundum svolítið strempið og ég get alveg viðurkennt það, ég meina fyrsta mannskja til þess að viðurkenna það og ég meina þetta er flókið, það er flókið að halda út slembivali en það skila sér líka í því að við fáum fólk til starfa og það er mjög góða stefnur, það er margt mjög gott við þetta. Við hins vegar erum alltaf líka tilbúin til þess að skoða og við víkjum stundum aðeins frá því og fáum leyfi funda til að víkja frá því og annað, þannig að þetta er ekki svona svartkvít. Þeir eru tilbúin alltaf að ræða málin, ég hef ekki upplifað annað og takk fyrir að koma að rauðaborðinu og bara segja okkur aðeins svona frá þessari þótt að máli sé ennþá bara í einhverju móðu sko. Já, ríkið er ekki sest sko. Ríkið er ekki sest. En takk fyrir að koma og segja okkur frá Sara Stef Hildar, varaformaður framkvæmdastjórnar Sósíalistaflokks Íslands og María Pétursdóttir, formaður málefnastjórnar. Kæra þakkir. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.